Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnið mig bæði á Instagram og Facebook undir því nafni. Ég hef ekkert verið voðalega dugleg að setja inn svona myndir á Instagram eða Facebook en ég var að hugsa að breyta því og fara að setja svona inn svona klippur af því sem ég er að vinna að. Já, það er svona skemmtilegra og líka bara gaman að eiga það þar inni. Ég er búin að vera að vinna að svona alls konar hlutum síðan síðast. Mér langaði að fara að hekla og ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera. Þannig að ég fór á Pinterest. Ég hef alltaf verið að safna svona þar í svona hugmyndabankan minn svona ýmsum verkefnum og þar sá ég körfur sem voru heklaðar og ég ákvað, heyrðu, þetta er eitthvað sniðugt fyrir allt afgangsgarnið mitt. Þannig að ég fór í þetta og búin að gera 2. Berglind á eina, hún á þessa sem ég gerði fyrst og ég ákvað, þetta væri svolítið sniðugt yfir svona undir blómapotta, svona hlíf eða svona skraut blómapottur. Hún átti einmitt blóm sem var í gráum blómapotti sem að henni fannst ekkert voðalega fallegur. Þannig að hún sendi mér bara málin á honum, hvað hann þurfti að vera hár og svoleiðis og breiður eða þess að sett, já, ummálið, ummál og hæð. Þannig að ég gerði eftir því og hér kemur mynd af hennar. Svo langaði mig náttúrulega líka að eiga svona, þannig að ég fór og gerði fyrir mig og það er þessi hérna og ég meira að segja fór og keypti mér blóm til þess að eiga í þessa körfu. Þetta er svolítið skemmtilegt af því að ég á svo mikið af alls konar smáhnyklum og þannig að þá er hægt að þá get ég nota þá í svona verkefni og leikið mér svolítið að litum og litaskiptum og svoleiðis. En þetta byrjaði svolítið á því að ég var eitthvað að kíkja á dót sem ég á og fann þar garn sem að mér hafði verið gefið og ég vissi ekki alveg hvað ég myndi gera úr því. Þetta var svona fíngert garn og ég ætla að setja mynd af því þegar ég var að pæla í að setja þetta saman. Fékk svo hugmyndin af þessum körfum út frá því að horfa á þetta garn. Ég ákvað að nota það og einhverja garnafganga sem að ég vissi ég myndi ekkert nota í eitthvað ákveðið verkefni eða einhverja flíkur eða eitthvað. Þannig að ég fór á fullt í það að setja og svona vinda upp í hnykla. Og ég gerði það með því að þá vindi ég bara svona hnykla með nokkrum spottum, nokkrum garntegundum og hekla svo úr því og eins og þið sjáið að þá er ég með nokkra, þannig ég get gert kannski fleiri svona. Kannski sýna ykkur aðeins, þetta er svona mismunandi. Þannig að ég fái svona rendur í körfurnar. En þetta er voða gott verkefni svona að maður þarf nú ekkert mikið að hugsa. Sérstaklega þegar maður er búið með botninn. Náttúrulega í botninum þá þarf maður að hugsa því að þá er maður að auka út. En svo þegar umorðið er komið að þá er bara beinn og breiður vegur upp. Og þá er bara hvaða liti maður vill hafa í þessu. Já, eins og ég segi, þá datt ég svolítið í þetta og satt svolítið við að tína svona úr stassinu mínu einhverja litla hnykla eða eitthvað sem að ég vildi ekki nota, eða ég vildi nýta í þetta. Þannig að ég er búin að vera að gera svolítið af þessu, ætla að halda áfram, er byrjuð á annarri körfu. Svo datt mér í hug að nota grófara garn og ég fór og þetta er þá ein svona lítil karfa
Ég viðurkenni það að þetta átti nú að verða húfa fyrst, en þegar ég var komin svona að þá hugsaði ég bara nei, þetta verður ekki húfa. Þannig að ég ákvað bara að hætta og gera þetta að svona lítilli körfu. Svo er ég líka búin að vera svolítið mikið í að sauma púða. Ég hef talað nokkru sinnum púðana, eða gamlan útsaum sem ég fekk úr Stórhöfða í Vestmannaeyjum. Tengdamamma er þaðan og mamma hennar og amma þær bjuggu þar líka, þannig að fyrir nokkrum árum þegar var verið að losa tæma húsið, að þá tók hún allan útsaum og allt sem tengdist handavinnu og lét mig hafa. Þannig að ég er búin að vera að vinna svolítið úr því og þetta er náttúrulega bara algjör fjársjóður sem maður fær þannig í hendurnar. Og ég hef svona aðeins verið að, ég gerði fyrir fyrstu jólin að þá gerði ég nokkra púða og gaf jólagjafir svona í fjölskylduna. Þannig að allir ættu púða úr Stórhöfðanum. Svo hefur þetta legið hérna hjá mér, en núna þegar krakkarnir eru farin að búa, að þá hugsaði ég að þetta var kannski sniðugt að þau fengi púða úr Stórhöfðanum. Þannig að ég leyfði þeim að velja sér og þau sem sagt vildu það, þau höfðu mikinn áhuga á því að fá þessa fallegu púðaver, eða fallega útsaum í púða, og þau veldu sér nokkur stykki. Þannig að ég er búin að vera að dunda við það að gera púða úr þessu og ég sýndi seinast, þá var það páfuglapúðinn sem að Berglind fékk og eftir það að þá fór ég svolítið á flug. Berglind valdi sér nokkur og þar á meðal var einn útsaumur sem var orðinn ansi lúinn. Það var komið, útsaumurinn var eyddur á nokkrum stöðum, en við ákváðum sem sagt að ég myndi gera við það og setja bara svolítið pangliti, ekki vera að reyna að gera þetta þannig að sæist ekki, heldur bara leyfa viðgerðina að vera svolítið sýnilega. Og hér kemur mynd af púðanum eins og hann er núna í dag og líka hvernig útsaumurinn var farinn illa, þannig að ég þurfti að gera við. Ég fór svo að hugsa eftir á hvort að því að hann er náttúrulega, útsaumurinn er orðinn svolítið gisinn, og þegar ég var að gera við þessi útsaumsgöt að þá var ég að hugsa, jæja, það er nú kannski ekkert víst að hitt haldi sér, þannig að það er kannski komið fleiri göt eða eitthvað í þetta, en ætlaði þá bara að sjá til hvað við myndum gera við það. En svo núna í vikunni að þá fór ég að gera fleiri púða og datt í það að sauma yfir með vélsaum. Og það er til dæmis eins og þessi hérna. Ég ákvað að setja svolítið meiri lit í þetta og gera þetta aðeins öðruvísi, poppa þetta svolítið upp. Og þegar ég var búin að gera þetta, ég hefði átt að gera þetta við þennan púða sem útsaumurinn var farinn svona illa, af því það hefði haldið því þá, það myndi styrkja það. En það er of seint að gera það núna. Púðinn er komin til Berglindar og uppsettur og svona. En þetta er sem sagt annar púði. Og ég setti, þetta var svolítið svona tvinni sem er svona pínu sanseraðar. Og svo fann ég svona ruflaflaugil. Já, ég notaði sem sagt efni í uppsetninguna sem ég fann uppi hjá mér. Ég vissi alveg af fleiri efnum sem myndu kannski henta líka í
kjallaranum, en ég bara nefndi ekki að fara niður til þess að finna það. Ég ákvað bara, nei, ég ætla bara að vinna úr því sem ég er komið með hérna upp. Svo er hérna annar púði og þá sett ég perlur í útsauminn. Þessi er svona stærri púði og hérna notaði ég efni í uppsetninguna sem að ég hafði litað. Þetta var bara hvítt efni en ég litaði þetta. Svo er hér annar. Og hérna fann ég hjá mér grænt flauels, svona fínflauels rifflað efni. Og það var ekki nóg í baki líka, þannig að þá bara fann ég svart efni í það sem að bara passar vel við, því hér er náttúrulega svartur grunnur í útsaumnum. Svo er hér púði, farsdag stendur hérna 1979. Þegar ég fór að tala þennan púða við tengdamömmu, að þá sá nei, þetta getur ekki verið 1979, að það getur ekki verið að þær hafi gert það. Þannig að við þurfum að finna út af því hver saumaði þetta hérna. Ég hélt að þetta væri úr stórhöfðunum, en það getur vel verið að þetta hafi slæðist bara með frá einhverjum gömlum útsaum frá mér. En strákurinn minn er mikið fyrir bláan lit, þannig að hann valdi þetta og ég á ekkert blátt efni, það átti ekkert hérna uppi hjá mér, þannig að ég fór í IKEA og var að kaupa innvolsið í púðana og áður en ég fór að þá var ég að segja vinkonum minni frá þessu og hún sagði, bíddu, okkur kaupir ekki tilbúna. Ég var að segja, já, þeir eru allir svona ferkantaðir og eitthvað sem hún sagði, bíddu, okkur kaupir ekki bara til dæmis hringlaga púða eða eitthvað. Þannig ég sagði, já, bíddu, það er ekkert vitlaust. Þannig að ég fann þennan bara tilbúinn, þetta púðaverk tilbúið og skellti bara útsaumnum á og keypti svona púða til þess að setja útsaum á. Lenti svo í pínum vandræðum af því að það náttúrulega er sett svona, hvað segir maður, hnappur í gegn, að þá myndast svona holrými í þetta. Og ég reddaði því með því að setja bara vatn undir, þannig að ég fyllti upp í þannig að ég fyllti upp í dældina með vatni og setti svo þennan útsaum á og ég er að sauma hann niður með því að hexa. Er ekki alveg búinn með það. Þetta er svolítið erfitt að sauma þetta, þannig að ég eiginlega bara gafst upp eða þess að ákveða að hvíla það aðeins. Ég veit ekki hvort ég seti einhverja fleiri útsaumsspor í þetta eða hvort ég leyfi þessu bara að vera nóg svona. En hann kemur alveg ágætlega út. Það var gott að geta keypt bara svona tilbúna púða og maður þurfti ekki að setja upp. Svo setti ég 3 púða í sófann og tók mynd til þess að setja inn á Instagram og þeir eru búin að vera bara í þessu sófa núna einhverja 2-3 daga. Tók síðan eftir því og fattaði það að þeir, þó að þetta sé sama innvolsið, þessir tveir eru sama stærð og það er miklu, sjáu þið munin á þessu. Svolítið erfitt að sýna þetta. Þessi púðinn sem sagt var búin að liggja hjá mér
Ég var búin að taka hann úr pakkningunni og hann lá bara hérna í vinnuherberginu mínu í einhverja daga áður en ég sett hann inn í púðaverið og þá var búið að svona flöffast. Hann var búin að taka svona loft í sig og hann var allir orðin svona meiri sig. Svo var ég hérna að gera þennan hér og ég var í svolítið vandræðum að koma púðanum inn í því að þegar maður er þegar ég gerði þetta þá hafði ég bara skildi ég eftir opið og saumaði það svo saman setti púðan inn í og saumaði það síðan saman, lokaði fyrir gatið í höndunum og ég einhvern veginn var orðin svolítið þreytt á þessu og fékk þessa brilljant hugmynd að taka bara því þegar ég kaupi þetta í IKEA þá er þetta bara svona saman vöðlað, rúllað upp þétt í plastpakningu og ég ákvað að gera bara minna gat því að eins og ef þetta er svona mikið sig þá þarf gatið alveg að vera svona til þess að maður komi púðanum inn í en ég ákvað að hafa bara minna gat og setja opna aðeins rúlluna og setja hana síðan inn í púðan, ég vona að ég skilji þetta. Setja hann inn í púðan, setja rúlluna inn í púðan og taka síðan afganginn af plastinu og þá myndi hann, það væri svo miklu auðveldari að setja þetta inn í og ég þyrfti ekki að hafa eins mikið op til þess að sauma eftir á, eða sauma fyrir í höndunum. Nema hvað, að með þessari aðferð að þá fær ekki púðinn svona pláss eða leyfi til þess að fá svona loft í sig. Þannig að þessi hér er miklu minni sig. Hann svona er pínu, hvernig á ég að segja þetta, svona þéttari eða eitthvað. Allavega ég sá það, ég ger þetta svona og svona. Allavega þessi græni finnst mér vera aðeins flatari heldur en hinn. Þannig að það er spurning hvort þetta sé voðalega sniðugt og ég sem hafði þóttist vera búin að finna þarna þessa brilljant hugmynd við að setja púða inn í púðaver. Ég veit það ekki, en kannski er hægt bara að fluffa þetta svona til með því að svona vöðlunum aðeins svona sundur og saman og eitthvað. Finnum út úr því. Já, eitt af því sem ég fékk úr stórhæðinu var svona hestamynd sem hafði verið púði. Kærasta svona minns, hún er mikil hestakona og hún var mjög hrifin af þessari mynd. En ég fór að segja henni að það væri nú líklegast ekki hægt að gera púða úr þessu þar sem efnið var orðið svo gisið. Þannig að það eru svo gamlir púðar og með notkun og svona, þetta hefði verið svona flauelsefni og er flauelsefni en það var búið að hvað ég að segja, hvernig ég á að segja þetta það var búið að gisna svo efnið það var svolítið erfitt að taka mynd af þessu en ég ætla að setja hér inn mynd af því hvernig efnið var orðið. En ég sagði henni það að ég gæti ekki gert púða úr þessu, ég vildi ekki, það myndi ekki gera sig. En ég gæti sett þetta í myndaramma og hún var til í það, þannig að ég fann til myndaramma heima sem ég átti og skellti myndinni þar í og þá kemur þetta svona. Og ég held að hún verði alveg alsæl með þetta. Þegar strákur minn var í þessu herbergi að þá vildi hann dökkar gardínur og hafði þær, ég saumaði dökkar gardínur fyrir hann, alveg svona dökkbláar og þegar ég var svo búin að flytja mig hingað upp með mitt dót að þá ég segi nei, ég get ekki haft svona dökkbláa gardínur. Og ég ákvað sér sagt og sýndi ykkur seinast þar sem að ég var byrjuð að sauma mér hvíta gardínur. Og þær eru tilbúnar núna og komnar upp og ég er bara mjög ánægð með þær.
Já, ég var búin að segja ykkur frá kirkjugluggunum sem að, mér langaði til þess að nota og ég hafði hugsað mér að setja kirkjugluggana neðst á gardínurnar en þegar ég fór að vinna þetta að þá sá ég það að þegar hann var svona tilbúinn, ég var búin að gera alveg renning og sauma í allt sem að ég ætlaði að sauma á svona, að þá varð hann svolítið stífur og ég hugsaði, þú veist, ef ég setja þetta neðst, að þá getur þetta ekkert follast. Þú veist, þá, þegar ég hef það dregið frá, þá myndi ekki fellingarnar koma nógu vel. Þannig að ég ákvað að setja þessa renninga bara í sitthvorn endan. Þess að ég kláraði þá fyrst þessa kirkjuglugga renninga og ákvað, þú veist, út frá því síldina á gardínunum. Svo setti ég bara saman búta og notaði ýmislegt senguver, vasaklúta, dúka, munnserrettur og bara ýmislegt í þetta. Og gardínur eru komnar upp og ég er rosalega ánægð. Mér finnst þetta skemmtilegt að hafa bara svona hvíta gardínu og þetta birtir til þegar strákur minn var og dregið fyrir að ég kallaði þetta hellinn hans af því það bara náttúrulega komst ekki dagsbirta hingað inn. En allavega gardínurnar eru komnar upp og já, eins og segi, bara ótrúlega ánægð með þær. Þegar ég var ekkert búin að ákveða alveg hvernig þær ætti að líta út. Ég hafði svona hugmynd í kollinum og svo eins og ég var að segja áðan að þetta breyttist eftir því sem að ég vann þetta áfram að þessi kirkjugluggarönd átti að vera neðst á gardínunum og endaði svo í hliðinni. Og þegar ég var búin að gera þessa kirkjugluggarenninga að þá sá ég að það var svolítið að ég gerði þetta allt í vél að þá var þetta ekki alveg 100% sem sagt jaðarinn eins og við sjá að þessum að þú veist, hann var svona svolítið svona, já, ekki alveg nákvæmlega þráðbeinn. Og ég var að hugsa hvernig ég gæti gengið frá þessu og þá fann ég það út að nota skáband. Þannig að ég faldi allar brúnir með skábandi, bæði sem sagt þar sem kirkjugluggarnir voru og ég faldaði líka með skábandi. Þegar ég ætla að sýna ykkur vinnuherbergi þá kannski fer ég betur, þá sýni ég ykkur svona meira svona af gardínunum. Já, ég er að prjóna stjal eftir Stíðin Vest og þetta er svona eitthvað sem ég bara grípi í þegar ég hef ekkert að gera. Það er svona yfir sjónvarpinu eða eitthvað og þetta er stjalið Vertices Unite. Ég ákvað að taka bara garni sem að, já, tíndi til eitthvað af garni sem að ég á, náttúrulega, og setti í poka. Þannig að þetta var svona alls konar og var svo sem ekkert búin að ákveða alveg þegar ég tíni til þetta garn þá er ég kannski ekkert alveg búin að ákveða ok, ég ætla að nota þennan og þennan lit heldur ég að segja, já, ég bara finna út úr þessu þetta er garnið svona sem ég hef til umráða og ég finn svo út úr þessu seinna. Það er bara jafnframt því að ég vinn hlutin. Eða jafnframt því og ég prjóna. En ég hef búin að lenda í svona pínu vandræðum með það og hugsaði það var nú kannski svolítið sniður að vera búin að hugsa þetta fyrirfram. Ég byrjaði sem sagt á, hvernig er þetta? Ég byrjaði sem sagt á þessu og það er búið. Svo var partur 2 og það er þessi og hann er búinn. Svo er partur 3 og
ég lenti í vandræðum með hann. Bæði það að ég náttúrulega las ekki uppskriftina nógu vel, þannig að þegar ég var búin með 1/3 af þessu, að það átti að vera 90 lykkjur og ég var bara með 45 lykkjur eða eitthvað. Og ég fór að hugsa og býta, hvernig stendur á þessu, þannig að ég kíkti aðeins á uppskriftina. Jú, þá átti ég að auka út oftar. Þannig ég mátti rekja það upp og byrja aftur. Og það þessi hérna partur. En mér finnst hann vera svolítið mikið dökkur. Þannig að þegar ég var búin að gera þetta, þá þessi, já, heyrðu, mér langar að fá kannski eitthvað aðeins liti í og kannski eitthvað af þeim litum sem að ég hef verið að nota og þá líka nýta afgangana. Það voru svona pínulitlir afgangar eins og hérna og eitthvað. Og ég vil nota þennan hérna rauða í 4. eða 5. hluta, þannig að ég ákvað að skella honum hérna inn. Og svo er þetta afgangur sem ég á úr þessu, sem ég ætla að setja hana líka. Þannig að ég sjá að þetta er svolítið svona, mér finnst þetta pínu út úr kú, þessi partur. En ég hugsa nei, ég ætla ekki að rekja upp aftur. Þetta bara, ég set þá bara fleiri liti eða eitthvað. Þannig að ég mæli nú alveg með því að vera búin að svona nokkurn veginn litaraða því sem að hérna, því garni sem að við viljum nota í þetta. Þannig að ég hef þurft að klóra mig svolítið í kollinum við það að vinna þetta. Svona hvaða garn á ég hafa næst og hvernig á ég að gera þetta og svona. En það er kannski líka bara partur af þessu. Þegar maður er að nýta garnið sem maður á, að þá er ekki alltaf sem að allt passar saman eða maður þarf að hugsa þetta svolítið. Og hérna, já. En þetta er ágætisverkefni svona til að grípa í. Ég á þessa bók, Íslenskir vettlingar, var búin að prjóna þarna 1 par af vettlingum úr henni og ég er að vinna núna vettlingana Hörpu og þessir eru mjög einfaldir, ég þarf ekki að vera með nefið alveg onni í bókinni til þess að hérna fara eftir munstrinu. Og ég er búin að finna það, af því í seinustu þætti þá var ég eitthvað að tala um þessa vettlinga en fann það ekki, ég hafði sett það á svo góðan stað. Ég er búin að finna þennan góða stað núna og þetta er það sem ég er komin með, nánast búin með þess að annan vettlingin. Ég held ég sé komin hérna, skulum sjá. Já, svona. Þetta er aðeins grófara garn heldur en gert er ráð fyrir, þannig að ég hérna fækka bara umferðunum, þannig ég er búin að hérna, stytta það eitthvað munstur, 1 munstur eða svo. En þessir finnst mér bara að koma vel út. Þannig að nú get ég fara, fyrst ég er búin að finna þetta, þá get ég nú farið að kannski að vinna aðeins áfram í þessum og reyna að klára. Og ég er að nota þetta garn, þetta er held ég Lanet eða Sisu og þetta er eitthvað sem ég fann hérna hjá mér. Veit ekkert hvaða garn það er. Já, þá er það í hverju er ég. Ég er í ból sem var litaður fyrir mig og hérna og saumaður. Þegar Berglind var í Listaháskólanum að þá fylgdist ég náttúrulega með því sem að hinir voru að gera og vinkona hennar þar, hún Saga Sif Gísladóttir, hún var svolítið að leika sér með þetta að hérna að sauma og lita boli. Þannig að hún hérna overlockar hérna saman og litar og þetta fannst mér alveg brilljant, þannig að mér langaði að eiga svona ból eftir hana. Þannig að ég fann til þennan ból hjá mér sem var bara hvítur venjulegu bólur. En hún sem sagt fekk bólinn hjá mér og ég sagði þú mátt alveg ráða hvernig þú gerir og hvaða lit þú setur í hann. Þú bara ræður. Og ég fekk hann sem sagt svona. Og ég ætla að taka mynd á honum á Gínu af því að hérna, þið sjáu ekkert almennilega núna hvernig hann er, það er sem sagt allur.
Ég var að finna prjónabók sem ég er búin að eiga í mörg ár og ég hef aðeins prjónað upp úr henni hérna fyrir, ég veit ekki hvað mörgum ára síðan, en þetta er bókin Hönsistrikk og ég held að hún sé gefin út í kringum 1970. Ég var eitthvað að reyna að leita að ártalinu, útgáfuárinu en fann það ekki. En svo minnast þau á hérna einhver blöð, Allt frá daminni, 1973. Þannig að þessi bók er allavega gefin út fyrir þann tíma, eða það ár. Svona svolítið hippa. Mér finnst þessi alveg yndisleg. Og ég hef notað svolítið munsturbekkina sem eru hérna. Ég hef notað það svolítið þegar ég hef verið að prjóna og mér datt í hug að rifja upp kynni mín af þessum munstrum og prjóna eitthvað eftir þeim. En ég nennti nú kannski ekki að gera með peysu, en þá kom í hugan að prjóna hólk sem ég myndi síðan opna og hérna búa til sem sagt framstykki á vesti. Þannig að það væri svona með hönsistrikk og svo væri bakstykkið bara einlitt. Hvort sem það væri úr efni eða ég myndi prjóna, ég veit það ekki. En þetta er svona hugmyndin sem ég er að velta fyrir mér. Hvort ég vilja gera og hvernig það sé best að gera. Hvernig best sé að útfæra það. Já, undanfarna vikur það hefur verið svolítið mikið að sauma í saumavél og það finnst mér alveg æðislegt. Bæði hérna á ég mikið efnum. Skemmtilegt að hérna gera einhver svona vinna aðeins öðru sem heldur en ég er vön og þetta helgast af því að ég er komin hingað upp með vinnustofuna og þá er svo auðvelt fyrir mig að skreppa hérna inn, setjast við saumalana bara í smá tíma. Ég þarf ekkert að vera í 1 eða 2 tíma, ég get bara þessna í 10 mínútur eða eitthvað ef ég er að vinna einhverju ákveðnu verkefni. Og hérna, og það er ekki verra þegar vinnst svolítið úr efninu mínum. Ég er með svona ýmsar hugmyndir. Þarf nú að fara að sauma mér föt, eitthvað þessu sem að ég var búin að hérna sníða fyrir jól og er ekki búin að sauma og svona, þannig að þetta er. Og svo er ýmislegt hérna líka sem að kallar á mig. Þegar ég sitt hérna og er svona aðeins að kíkja í kringum mig eða opna hérna skúffurnar eða eitthvað og þá kemur svona ýmislegt í ljós sem hefur verið falið og ég þarf að fara að vinna úr. Það þyrmdi svolítið yfir mig í gær. Ég var eitthvað að hugsa garnið og þetta sem að ég ætti. Ég sagði bara, þér vinnst ekki tími til þess að hérna, vinna á þessu öllu. Og ég má ekki kaupa neitt, eða þú veist, ég vil ekki kaupa neitt meira garn fyrir en ég er búin að vinna svolítið mikið af þessum lager sem ég á hérna. Og þau verkefni sem ég hef verið að gera, þetta er allt svona þá lítilverkefni eða með alls konar garni eins og hérna, þú veist, svona, hekla svona eða prjóna, þú veist, sjal, allt úr svona einhverjum afgöngum eða einn og einni dokku eða eitthvað svoleiðis. Þannig að, og það verður svolítið kannski pínuþreytandi að geta ekki bara farið, keypt sér í ákveðna peysu eða ákveðið verkefni og vali bara í búðinni, ok, ég vil gera þetta svona og hérna, og vera þá búin að ákveða fyrirfram hvaða garn ég ætla að nota og eiga þá nóg af því ég er líka búin að lenda í því að hérna, að ég kannski byrja á einhverju verkefni og svo endist ekki garnið og ég lendi í vandræðum af því ég get ekki fengið það. Það er ekki til, þú veist, þetta er það gamalt að hérna, það er hægt að selja það eða annað litanúmer eða eitthvað. Þannig að ég hérna hafði sambandi við Berglindi í gær og spurði af því hún er að prjóna svolítið núna og ég bauð henni það að hún gæti komið og gramsað í garninu mínu og bara fengið það sem að hún vill.
Þannig að ég er að vonast til þess að hún taki eitthvað til sín. Og líka kærasta stráksins míns, hún hefur verið að prjóna, er aðeins að byrja að prjóna og hekla. Ég er búin að kenna henni að prjóna og hún hefur verið að hekla líka svolítið núna, þannig að þá leitar hún líka til mín og það er bara fínt að hún getur notað. Og hún fær þá gagn hjá mér ef það nýtist henni. Þannig að þetta er svolítið svona gagnbúð Gunnlaugar. Það er bara flott þegar við erum 3 ár sem getum nýtt þetta gagnstarf mitt. Svo var ég líka að hugsa að taka upp prjónavélina og hafa hana uppi hjá mér og grípa í það. Og ég er búin að vera svona að hugsa hvað ég gæti unnið á prjónavélina, eða hvaða verkefni ég myndi vilja gera. Það kemur vonandi í ljós núna í sumar. Ég er allavega búin að setja það markmið að í dag, núna á eftir, að þá ætla ég að fá upp vinnuborðið sem að vantar hingað upp og þannig að ég geti svona gengið almennilega frá hérna. Og farið að vinna þá af krafti og setja hlutina þar sem þeir eiga að vera og fengi þá kassa líka sem eru niðri, svona plastkassar með. Það er einn plastkassi með gallabuxum, einn plastkassi með, einn plastkassi með svona fínniefnum, sem ég hef notað í Crazy Quilt og svoleiðis. En ég var að reyna að fá það bara að mestuleyti hingað upp þannig að ég geti fengið hugmynd og bara byrja strax að vinna úr henni. Þurfi ekki að fara niður, trufla þau og fara að gramsa inn í geymslu. Þannig að þetta verður bara spennandi. Ég ætla að segja þetta gott í dag. Við sjáumst eftir hálfan mánuð. Takk fyrir að horfa.